From the conference center in Frá Salt Lake ráðstefnuhöllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta laugardags síðdegis hluti 194. árlegrar aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn úr hópi valdra leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessa ráðstefnu hluta mun flutta barnakór frá norðurhluta Utah. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð á skriflegs leyfis. Öldungur Gerrit tvöfalt Gong í 12 postula sveitinni mun stjórna þessum hluta. Bræður og systur. Við bjóðum ykkur velkomin á síðdegis hluta laugardags 194. síðari aðalráðstefnu kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Russell M. Nelson forseti, sem í forsæti ráðstefnunar, hefur beðið mig að stjórna þessum ráðstefnuhluta. Við bjóðum alla viðstadda hjartanlega velkomna, sem og þá sem fylgjast með í sjónvarpi, útvarpi eða á alnetinu. Við bjóðum líka velkomna þá sem horfa á í stikubyggingum víðsvegar heiminn þar sem tekið á móti útsetningu fyrir tilverknað gervihnata. Á þessum ráðstefnuhluta söngurinn í höndum barnakórs frá norðurhluta Utah undir stjórn Leslie Walker við orgelleik Joseph Peoples og Lindu Margetts. Kóri mun hefja samkomuna á því að syngja Holding Hands Around the World. Inngangsbæn flytur síðan öldungur Zero Smile af hinum 70. We are children singing all
Our dear Father in heaven, we are grateful Kæri himneski faðir, við erum þakklátt fyrir þennan fallega dag, við erum þakklátt fyrir þetta tækifæri sem við höfum til að vera hér og hlusta á þjóna þína. Við erum þakklátt fyrir spámenn, sjáendur. Á þessum tíma byggjum við þig að blessa okkur, að andinn þín sé með okkur, að við höfum opin hjört og opna huga til að læra þá hluti sem þú vilt að við lærum. Við erum þakklátt fyrir gjöf heilags anda og við byggjum þig að blessa okkur, að við getum farið áfram í trú á son þinn Jesú Krist. Við erum þakklátt fyrir hans fullkomna fordæmi og fyrir endurreista kirkju hans. Og við segjum þessa bæn í nafni frelsara okkar, Jesú Krist. Amen. Við njótum nú þeirrar ánægju að hlýða á öldung D. Todd Kristoffersson í 12 postula sveitinni. Að ræðu hans lokinni munum við hlýða á öldung Jose A. Teixeira í forsætisráði hinna 70, þegar hann hefur lokið máli sínum og kórin syngja Getsemani. Við munum því næst hlýða á öldung Juan Pablo Villar af hinnum 70 og öldung Patrick Keron í 12 postula sveitinni. The Book of Mormon records that approximately 90 years. Mormónska greinir frá því að fyrir það 90 árum fyrir fæðingu Krists hafi synir Mósea konungs hafi 14 ára trúboð meðal Lamanita. Margar kynslóðir hefur árangurslaust reynt að vekja Lamanita til trúar og kenningar Krists. Í þetta sinn snerist þó þúsundir Lamanita til trúar fyrir undursamlega íhlutun heilags anda og urðu lærisveinar Jesú Krists. Became disciples of Jesus Christ. We read, Við lesum, og svo sannarlega sem Drottinn lifir, svo sannarlega sem margir trúðu, eða jafn margir og leiddir voru til þekkingar af sannleikanum fyrir predikanir Ammons og bræðra hans, samkvæmt anda og opinberunar og spádóms fyrir kraftbúði sem gerði kraftaverk á þeim. Já, ég segi ykkur að svo sannarlega sem Drottinn lifir. Og gjörðust þeir Lamanítar sem trúðu á predikanir þeirra og snerust til Drottins aldrei fráhverfir. Lykillinn að varanlegri umbreytingu þessa fólks er tilgreind í næsta versi. Því að þeir urðu réttlát þjóð. Þeir lögðu niður uppreisnarvopn sín svo að þeir berðust aldrei framar gegn Guði né heldur gegn nokkurum bræðra sinna. Þessi tilvísun í uppreisnarvopn var bæði bókstafleg og táknræn. Þar var átt við sverð þeirra og önnur stríðsvopn, en einnig óhlýni þeirra við Guð og boðorð hans. Konungur þessara viðsnúnu Lamanita tjáði þetta þannig. Og sjá nú bræður mínir, allt sem við gátum gjört var að iðrast allar syndavora og fjölda morða sem við höfum framið. Og fá Guð til að fjarlæga það úr hjörtum á vorum. Því að allt sem við gátum gjört var að iðrast nægilega fyrir Guði svo hann afmáði smánina sem á oss var. Takið eftir orðum konungsins. Einlag iðrun þeirra hafði ekki aðeins leitt til fyrirgefningar synda þeirra, heldur afmáði Guði einnig óhreinindin af syndum þeirra og jafnvel löngunina til að synda í hjörtum þeirra. Eins og þið vitið þá grófu þeir sverð sín í stað þess að hætta á að snúa aftur til fyrri uppreisnar gegn Guði. Og þegar þeir grófu efnislega vopn sín með umbreyttum hjörtum, grófu þeir einnig tilhneigingu sína til syndar. Við gætum spurt okkur sjálf hvað við gætum gert til að fylgja þessari forskrift, að leggja niður uppreisnarvopn okkar, hver sem þau gætu verið, og snúast til Drottins á þann hátt að smán syndar og löngun til syndar hverfur og hjörtum okkar og við munum aldrei verða frá hverf. Uppreist getur verið virkað og óvirk. Sígilt dæmi vísvitandi uppreist er Lúsifer sem í fortilverunni var andvígur endurlausnar áætlun föðurins og fekk aðra til að standa gegn henni líka. Og á þeim degi fylgdu margir og eftir honum. Það er ekki erfitt að gera sér í hugalund áhrif áframhaldandi uppreisnar hans á okkar tíma. Hið heilaga andkristna tríó mormónsbókar Serem, Nehor og Kórihor er sígildleg sem virkað uppreist gegn Guði. Meginkenning Nehors og Kórihors var sú að engin synd væri til.
Þess vegna væri engin þörf fyrir iðrun og engin frelsari væri. Velgengni sérhvers manns væri bundin náttúrugáfum hans og sigur sérhvers manns væri bundin við styrk hans og ekkert sem maðurinn tæki sér fyrir hendur væri glæpur. Antikristur hafnar trúarlegu valdi og skilgreinir helgiathafnir og sáttmála sem gjörninga, sem fornir prestar hafa boðið til að ná völdum og ráðum. A latter-day example of willful rebellion with a happier Sagan af ending. William Phelps dæmi ásett á uppreisn á síðari dögum með gleðilegri endi. Phelps gekk í kirkjuna árið 1831 og var útnefndur prentari kirkjunar. Hann ritstýrði nokkrum gömlum kirkjutímaritum, orti fjölda sálma og þjónaði sér ritari Joseph Smith. Því miður snerist hann gegn kirkjunni og spámanninum. Jafnvel upp að því marki að bera ljúgvitni gegn Joseph Smith fyrir dómstólum í Missouri, sem var til þess að spámaðurinn var settur í fangelsi. Phelps skrifaði síðar Jósef og bað hann fyrirgefningar. Ég þekki aðstæður mínar, þú þekkir þær og Guð þekkir þær, og ég æski björgunar, ef vinir mínir vilja liðsinna mér. Í svari sínu sagði spámaðurinn, satt að við höfum þjáðst mikið vegna breytni þinnar, en bikarinn hefur verið drukkin. Vilji okkar, himneska föður, gerður og við erum enn á lífi. Vertu viss, kæri bróðir, þar sem stríðinu er lokið, verða vinir, áður loks vinir að nýju. William Phelps gróf uppreisnarvopn sín með einlægri iðrun og móti honum var enn á ný tekið í fullri vináttu, hann féll aldrei aftur frá. Ef til vill þó lævísari tegund uppreisnar gegn Guði óvirka útgáfan, að hunsa vilja hans í lífi okkar. Margir sem aldrei myndu íhuga að virka uppreist gætu samt verið í andstöðu við vilja og orð Guðs með því að fara sínar eigin brautir án tillits til guðlegrar leiðsagnar. Ég minnist lagsins sem söngvarinn Frank Sinatra gerði frægt fyrir mörgum árum með línunni Ég þræddi minn veg. Vissulega í lífinu nægilegt svigrúm fyrir persónulegar óskir og einstaklingsbundið val. En þegar kemur að sáluhjálp og eilífu lífi þá ætti þemasöngur okkar að vera Ég þræddi Guðs veg. Því sannarlega er engin annar vegur til. Tökum sem dæmi, fordæmi frelsarans varðandi skírn. Hann lét skírast til að sýna föðurnum hollustu og vera okkur fyrirmynd. Hann sýndi mannanna börnum að í holdinu auðmýkti hann sig fyrir föðurnum og vitnaði fyrir föðurnum að hann skyldi hlýða honum og halda boðorð hans. Og hann sagði við mannanna börn, fylgið mér, en ástkæru bræður getum við fylgt Kristi nema við séum fúsir til að halda boðorð föðurins. Það er engin minn vegur ef við hyggjumst fylgja fordæmi Krist. Að reyna að finna annan veg til himins er jafn tilgangslaust og að vinna við Babelsturnin, fremur en að líta til Krists og hjálpræðis hans. Sverðin og önnur vopn sem Lamanítar grófu voru uppreisnar vopn vegna þess hvernig þeir hefðu notað þau. Þessi vopn í höndum svona þeirra sem notuð voru til varnar fjölskyldu og frelsis voru ekki uppreisnar vopn gegn Guði. Það sama átti við slík vopn í höndum nefítana. Engu að síður knúði betri málstæður nefíta því að þeir börðust ekki fyrir einveldi eða valdi, heldur börðust þeir fyrir heiminum sínum og frelsi sínu, konum sínum og börnum og öllu sínu, já, fyrir trúarsviðum sínum og kirkju sinni. Á þennan sama hátt eru hlutir í lífi okkar sem geta verið hlutlausir og jafnvel eðlislega góðir en verða að uppreisnarvopnum séu þau notaðir á rangan hátt. Málfar okkar til að mynda getur verið uppbyggjandi eða vanvirðandi, eins og Jakob sagði. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem er full af banvænu eitri. Með henni vegsumum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Það má ekki vera svo, bræður mínir og systur. Það er svo margt
í opinberri og persónulegri umræðu okkar tíma sem illgjarnt og illkvittið. Það mikið af umræðum sem ósæmileg og vanhelg, jafnvel meðan ungmenna. Þess konar málflutningur uppreisnarvopn gegn Guði, fullur af banvænu eitri. Skoðum annað dæmi sem nokkuð sem í meginatriðum gott en getur snúist gegn guðlegum leiðbeiningum. Starfsframa einstaklings. Hægt að finna raunverulega ánægju í atvinnu, starfi eða þjónustu og öll njótum við góðs af því sem fórnfúst og kærleiksríkt fólk á mörgum sviðum hefur áorkað og skapað. Samt mögulegt að dálæti og starfsframa geti orðið að aðaláherslu lífsmanns. Þá verður allt annað í öðru sæti. Þar með taldar allar kröfur sem frelsanum kann að gera varðandi tíma okkar og hæfileika. Að karlar sem konur leiði hjá sér lögmæt tækifæri til hjónabands, láti bregðast að halda sér fast að og upplýsta maka sínum, vanrækja aðla börnin sín, eða jafnvel forðast með meðvita blessanir og ábyrgð á barnauppeldi eingöngu til að leggja áherslu á starfsframa getur snúið lofsverðum árangur í eins konar uppreisn. Annað dæmi varðar líkamlega tilveru okkar. Páll minnir á að okkur ber að vexa með Guð, bæði í líkama og anda, og að þessi líkami sé musteri heilags anda, sem þið hafið frá Guði, þið eigið ykkur ekki sjálf. Við hefum því lögbundna hagsmuni af því að verja tíma við að hirða líkama okkar eftir bestu getu. Fá okkar muni ná þeim hátindi árangur sem við höfum séð nýlega í afrekum íþróttafólks á Ólympíuleikunum og Ólympíuleikum fatlaðra og sum okkar að upplifa áhrif þess að eldast eða þess sem Russell Ballard forseti kallaði hnoðinn sem taka að losna. Engu að síður trúi ég að það gleði skapar okkar þegar við gerum okkar besta til annars þína dásamlegu gjöf hans að hljóta efnis líkama. Það væri merki uppreisn að afskræma eða sörga líkama sinn, misnota hann eða láta hjá líða að gera það sem maður getur gert til að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl. Á sama tíma getur hégómi og að verða gagntekin af eigin líkamsbyggingu útlitið að klæðaburði verið tegund uppreisnar á hinum enda öfgana sem leiðir til þess að maður tilbyður gjöf Guðs í stað Guðs sjálfan. Að lokum þýðir það að grafa uppreisnarvopnana gegn Guði einfaldlega að gefa sig að hvatningu heilags anda. Afklæðast henni náttúrulega manni og verða heilagur fyrir friðþægingu Krists sjálfs drottins. Það merkir að hafa æsta boðorðið í fyrirrúmi í lífi okkar. Það merkir að láta Guð ríkja. Ef við elska okkar til Guðs og staðfesta okkar að þjóna honum af öllu mætti okkar huga og styrk, verður sá prófsteinn sem við dæmum alla hluti út frá og tökum allar ákvarðanir út frá, þá höfum við grafið uppreisnarvopn okkar. Af náð Krists mun Guð fyrirgefa syndir okkar og uppreisnir fortíðar og afmá smán þeirrar syndar og uppreisnar úr hjarta okkar. Með tímanum mun hann jafnvel fjarlægja alla þrá eftir illu, á sama hátt og hann gerði við Lamanítana til forna. Eftir það munum við líka aldrei verða frá hverfir. Að grafa uppreisnarvopn okkar leiði til einstakrar gleði. Með öllum sem einhvern tíman hafa snúist til trúar á drottin munum við fara að syngja söng endurleysandi elsku. Himneskur faðir okkar og sonur hans lausnari okkar hafa staðfest óendanlega skuldbindingu sína við endanlega hamingju okkar með fórn og djúpri elsku. Við upplifum elsku þeirra daglega. Vissulega getum við endurgoldið það með eigin elsku og tryggð. Megum við grafa mjög djúpt alla uppreisnarþætti gegn Guði í lífi okkar og setja í þeirra stað húst hjarta og viljugan huga. Í nafni Jesú Krists. Amen. Frelsarinn kenndi að þegar við erum kölluð til ævarandi fagnaðarerindis hans og gjörum ævarandi sáttmála, teljumst við sem salt jarðar.
Salt gert úr 2 frumefnum sem eru samtengd. Við getum ekki verið salt ein og óstudd. Ef við eigum að vera salt jarðar, verðum við að vera bundin drottni og það það sem ég sé þegar ég blanda geði með meðlimi kirkjunar allan heim. Trúfasta meðlimi kirkjunar, bundna drottni, skuldbundna því starfi að þjóna öðrum og vera salt jarðar. Óhaganleg hollusta ykkar skínandi fordæmi. Þjónusta ykkar þakkarverð og mikil smetin. Unga fólkið okkar hefur sýnt ótrúlegt hugrekki og hollustu. Það hefur tekið ættarsögu starfinu opnum örmum og tíðar heimsóknir þess í hús drottins bera vitni trúfesti þess. Fúsleiki þess til að verja tíma og orku í að þjóna í trúboðum allan heim endurspeglar djúpa og varanlega trú. Þau eru ekki einungis þáttakendur, heldur leiðandi í því að verða lærisveinar bundnir Jesú Kristi. Þjónusta þeirra geisla ljósi og von og snertir ótal líf. Við þökkum ykkur, ungmenn kirkjunar, innilega fyrir hvetjandi þjónustu ykkar. Þið eru ekki aðeins framtíð kirkjunar, heldur nútíð hennar. Þið eru sannlega salt jarðar. Ég elska drottin Jesú Krist og finnst ég blessaður að fá að þjóna með ykkur í kirkju drottins. Eining okkar og styrkur, grundvallar og sameiginleg trú okkar, fullvissar okkur að við erum aldrei ein í þessari ferð. Saman getum við haldið áfram að byggja upp ríki Guðs sem á rætur í þjónustu, kærleika og óhaganlegri trú. Þegar Jesús Kristur kenndi við Galilíuvatn, notaði hann oft hversdagslega hluti sem voru áheyrendum hans kunnugir til að miðla djúpstæðum andlegum sannleika. Einn slíkur hlutur var salt. Jesús lýsti yfir: Þið eru salt jarðar. Yfirlýsing sem var ríka merkingu og þýðingu, einkum fyrir fólkið á hans tíma sem skildi margþætt gildi salts. Forn saltvinnsluaðferð í Algarve í suðurhluta heimalands míns, Portúgals, á uppruna þúsundir ára aftur í tíma rómverska heimveldisins. Merkilegt nokk þá að aðferðirnar sem saltverkamennirnir notuðu, þekktir sem Marnotos, lítið breyst á þeim tíma. Þessi kostgæfu handverksmenn beita hefðbundnum aðferðum, framkvæma verk sín algjörlega í höndunum og viðhalda arfleið sem hefur varfist í aldanna rás. Þessi forna aðferð uppsker það sem kallað saltblóm. Til að meta fyllilega því flókna ferli við uppskeru saltblómsins nauðsynlegt að skilja umhverfið þar sem það framleitt. Saltmýrar Algarve strandarinnar bjóðu upp á kjör aðstæður til saltframleiðslu. Sjó miðlað í grunna tjarnir, þekktar sem saltpönnur, þar sem hann látinn gufa upp undir sterkri sólinni. Þegar vatnið gufar upp, myndar saltblómið viðkvæma kristalla á yfirborði saltpannana. Þessi kristallar eru ótrúlega hreinir og hafa einstaka stökka áferð. Marnotos arnir fleyta kristallunum varlega af yfirborði vatnsins með sérhæfðum verkfærum, ferli sem krefst mikilla færni og nákvæmni. Í Portúgal þetta hágæðasalt kallað saltrjómi. Vegna þess að hægt að fleyta því varlega burt eins og rjóma sem rís upp á topp mjólkurinnar. Þetta fínlega salt eftirsótt vegna hreinleika þess og einstaks bragð sem gerir það að verðlaunuðu hráefni í matreiðslulist. Á sama hátt og Marnotos arnir lögðu mikið á sig til að tryggja að þeir uppskæru hágæðasalt, þá ættum við, sem sáttmálslýður drottins, alltaf að gera okkur besta svo að elska okkar og fordæmi séu eins mikið og mögulegt hrein spegilmynd af frelsar okkar Jesú Kristi. Í hinum forna heimi var salt meira en bara bragðbætir. Það var mikilvægt rotvarnarefni og táknum hreinleika og sáttmála. Fólk vissi að salt var nauðsynlegt til að varðveita fæðu og auka bragðið. Það skildi einnig hinar alvarlegu afleiðingar ef saltið misti seltu sína eða bragð með því að mengast eða útþynnast. Eins og salt getur glatað eiginleika sínum,
getum við einnig glatað andlegu atgerfi okkar ef trú okkar á Jesú Krist verður værukær. Við lítum kannski eins út að utan, en án sterkrar innri trúar missum við hæfnina til að láta að okkur kveða í heiminum og laða fram það besta í þeim sem umhverfis eru. Hvernig getum við þá miðla orku okkar og viðleitni til að láta að okkur kveða og verið svo breyting sem heimur þarfnast í dag? Hvernig getum við viðhaldið hlutverki lærisveinsins haft jákvæð áhrif? Orð okkar Ásgerðar spámanns bergmála enn í huga mínum. Guð vill að við vinnum saman og hjálpum hvert öðru. Þess vegna sendir hann okkur til jarðar sem fjölskyldur og skipur ykkur deildir og stikur fyrir okkur. Þess vegna býður hann okkur að þjóna og liðsinna hvert öðru. Þess vegna býður hann okkur að lífa í heiminum en vera ekki af heiminum. Þegar líf okkar er fyllt tilgangi og þjónustu, forðust við andlegt andvaraleysi. Þegar líf okkar aftur á móti er svipt guðlegum tilgangi, þroskandi þjónustu við aðra og heilagum tækifærum til íhugunar og hugleiðingar, munum við smá saman koðna niður af eigin athöfnum og eigin hagsmunum og eigum hættu á að glata skerpu okkar. Mótefni við þessu er að halda áfram að gefa okkur að þjónustu, starfa að kappi í góðum verkum og bæta okkur sjálfs og samfélagi sem við búum í. Kæru bræður og systur, hver blessunaríkt það er okkur öllum í dag að tilheyra kirkju Jesú Krists og fá tækifæri til að þjóna í kirkju hans. Aðstæður okkar geta verið mismunandi, en við getum öll skipt sköpum. Munið eftir marnótusunum, saltverkamönnunum, þeir nota einföld verkfæri til að uppskera bestu kristallana, besta saltið. Við getum líka gert einfölda hluti sem er stöðri viðleitni til smárra og innihaldsríka verka, getum dýpkað lærisveins hlutverk okkar og skuldbindingu í Jesú Krist. Hér eru 4 einfaldar en djúpstæðar leiðir til að kappkosta að vera salt jarðar. Höfum hús Drottins sem þungamiðju trúfestu okkar. Nú þegar musturinn eru nær okkur en nokkru sinni fyrr, mun reglubundin tilbeiðsla í húsi Drottins hjálpa okkur að einblína á það sem mestu skiptir og að hafa Krist fyrir þungamiðju lífs okkar. Musturinu finnum við kjarna trúar okkar á Jesú Krist og sálartryggð okkar við hann. 2. Verum meðvituð í þeirri viðleitni okkar að styrkja aðra með því að lifa í sameiningu eftir fagnaðarerindinu. Við getum styrkt fjölskyldur okkar með stöðuri og meðvitaðri vinnu við að færa reglur fagnaðarerindisins inn á heimili okkar og í líf okkar. Verum fús til að taka á móti köllun og þjóna í kirkjunni. Þjónusta í heimasöfnuðum okkar gerir okkur kleift að styðja hvert annað og vaxa saman. Þótt þjónusta sé ekki alltaf þægileg, þá er hún alltaf gefandi. Notum stafræn samskiptatæki með tilgangi. Í dag gera stafræn samskiptaverkfæri okkur kleift að tengja sem aldrei fyrr. Eins og flest ykkar nota ég þessu verkfæri til að tengjast bræðurum og systurum í kirkju og fjölskyldum minni og vinum. Þegar ég tengist þeim, finnst mér ég vera nánari þeim. Við getum þjóna hvert öðru þegar nei kemur upp, þegar við getum ekki verið líkalega til staðar. Þessi verkfæri er án efa til blessunar, en einnig geta dregið okkur frá djúpum, innihaldsríkum samskiptum og að endingu valdi því að við föllum í venjur sem sóa tíma okkar og í síður tilgangsríkar athafnir. Að leitast við að vera salt jarðar felur í sig svo miklu meira en endalaus skruðun niður 6 tommu skjá. Þegar við höfum hús Drottins að miðpunkti í lífi okkar, styrkjum við aðra meðvitað með því að lifa eftir fagnaðarerindinu. Meðtökum kallanir til þjónustu og notum stafræn verkfæri með tilgangi. Getum við varðveitt andlegt atgerfi okkar. Á sama hátt og salt í sínu tærasta formi hefur mátt til að bæta og varðveita, svo og gerir trú okkar á Jesú Krist það þegar hún er nærð og verduð með kristilegri þjónustu og kærleika. Þegar við erum bundin Drottni, mun líf okkar endurspegla ljós hans á eðlilegan hátt og við verðum salt jarðar. Með þessu framtæki
auðgum við ekki aðeins okkar eigið líf, heldur styrkjum líka fjölskyldur okkar og samfélag. Megum við kappkosta að viðhalda þessum böndum við Drottinn og glata aldrei skerpu okkar. Það bæn mín. The small little crystal of salt that the Lord wants us to be. Vera þessi litli kristalsalt sem Drottinn vill að við séum í nafni Jesú Krist. Amen. Þegar ég var barn fórum við fjölskyldan í ferðalag á ströndina við strandlengju föðurlands míns, Chile. Ég hlakka til að verja nokkrum dögum með fjölskyldu minni að njóta sumarsins. Ég var líka í 7. himni þegar ég hélt að ég gæti loksins tekið þátt og gert það sem 2 eldri bræður mínir gerðu vanlega sér til skemmtunar út á sjó. Dag 1 fóru bræður mínir að leika sér í öldubrotinu og mér fannst ég nógu stór og þroskaður til að fylgja þeim. Þegar ég fór nær þessu svæði var mér ljóst að öldurnar voru stærri en þær virtust frá ströndinni. Allt í einu nálgaðist alda mig óðfluga kom mér á óvart. Mér fannst sem náttúruöflin hefðu yfirtekið mig og ég dróst niður í djúp sjávar. Ég gat ekki séð eða skynjað neinn viðmiðunarpunkt þegar ég veltist fram og tilbaka. Á þeirri stundu ég hélt að jarðævintýri mitt væri senn á enda, fann ég hönd toga mig á yfirborðið. Loksins gat ég séð sólina
og náð andanum. Bróðir minn, Claudio, hafði séð tilraunir mínar við að vera fullorðinn og kom mér til bjargar. Ég var ekki langt frá ströndinni og jafnvel þótt vatnið væri grund, var ég áttaviltur. Gerði mér ekki grein fyrir því að ég hefði getað bjargað mér sjálfur. Claudio sagði mér að ég þurfti að fara varlega og ef ég vildi gæti hann kennt mér. Þrátt fyrir vatnslítrana sem ég gleypti var stoltið mitt og þrá eftir því að verða stór yfirsterkari og ég sagði, já, endilega. Claudio sagði mér að ég þyrfti að ráðast á öldurnar. Ég sagði sjálf mér að ég myndi örugglega tapa þeirri orustu gegn því sem virtist vera risastór vatnsveggur. Þegar ný stór alda nálgaðist, sagði Claudio fljótt, horfðu á mig, svona gerir þetta. Claudio hljóp í átt að öldunni og stakk sér í hana áður en hún brotnaði. Ég var svo hrifinn af því hvernig hann stakk sér að ég missti sjónar á næstu öldu. Svo aftur var ég sendur niður í djúp sjávar og kastað til og frá af náttúruöflunum. Nokkrum sekúndum síðar tók hönd í mína hönd og ég var aftur dreginn upp á yfirborðið og í súrefnið. Stolt mitt var við það að slokna. Í þetta sinn bauð bróðir minn mér að kafa með sér. Eins og hann bauð mér, þá fylgdi ég honum og við stungum okkur saman. Mér fannst ég vera að sigrast á hinni flóknustu áskorun. Vissulega var það ekki mjög auðvelt, en ég gerði það. Þökk sé hjálpunni og fordæminu sem bróðir minn sýndi. Hönd hans bjargaði mér tvisvar. Fordæmi hans sýndi mér hvernig takast ætti á við áskorun mína og vera sigursæll þann dag. Russell M. Nelson forseti hefur boðið okkur að hugsa himneskt og ég vil fylgja leiðsögn hans og heimfæra hana upp á sumarleifis frásögn mína. Ef við hugsum himneskt, munum við skilja að í lífi okkar munum við standa frammi fyrir áskorunum sem virðast meiri en við sjálf getum sigrast á. Í jarðlífi okkar verðum við fyrir árásum óvinarins. Eins og öldurnar sem höfðu vald yfir mér þennan sumardag getum við fundið fyrir vanmætti og viljað gefast upp fyrir sterkari örlögum. Þessar meinfýsnu öldur gætu velt okkur fram og tilbaka. En gleymið ekki hver hefur vald yfir þessum öldum og í raun yfir öllu. Það frelsari okkar, Jesús Kristur. Hann hefur máttinn til að hjálpa okkur út úr öllum ömurlegum eða erfiðum aðstæðum. Burtséð frá því hvort okkur finnst við vera náin honum, þá getur hann samt náð til okkar þar sem við erum, eins og við erum. Þegar við komumst til hans í trú, mun hann ávallt vera til staðar og á sínum tíma verður hann tilbúinn og fús til að grípa í hendur okkar og draga okkur upp á öruggan stað. Ef við hugsum himneskt, munum við bera kennsl á Jesú Krist sem gallalaust dæmi þjónustu. Í ritningnum felst forskrift í því þegar hann eða lærisveinar hans rétta fram hönd sína til þeirra sem þarfnast hjálpar, björgunar eða blessunar. Eins og í sögu minni vissi ég að bróðir minn væri til staðar, en það var ekki nóg. Claudio vissi að ég var í vandræðum og fór til að lyfta mér upp úr vatninu. Stundum höldum við að við þurfum bara að vera til staðar fyrir einhvern í neyð og oft meira sem við getum gert. Eilífðar yfirsýn getur hjálpað okkur að hljóta opinberun til að geta veitt öðrum þurfandi aðstoð tímanlega.
Við getum reitt okkur á leiðsögn og innblástur heilags anda til að greina hvers konar hjálpar þörf, hvort sem það stundlegur stuðningur, líkt og tilfinningarleg huggun, matur, aðstoð við dagleg verkefni eða andleg leiðsögn til að hjálpa öðrum í ferð þeirra við að undirbúa sig og gera og heiðra helga sáttmála. Þegar Pétur, æðsti postulinn, stég úr bátnum og gekk af vatninu til Jesú, var hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann: Drottinn, bjarga þú mér. Jesús þekkti trúna sem Pétur hafði sýnt til að koma til hans á vatninu. Hann var líka meðvitaður ótta Péturs. Samkvæmt frásögninni rétti Jesús þegar út höndina, tók í hann og sagði eftirfarandi orð: Trúlitli maður, hví efaðist þú? Orð hans voru ekki til að ávíta Pétur, heldur til að minna hann á að hann, Messías, væri með honum og lærisveinunum. Ef við hugsum himneskt, munum við hljóta staðfestingu í hjörtum okkar að Jesús Kristur vissulega bjargvættur okkar, málsvari okkar hjá föðurnum og lausnari okkar. Þegar við iðkum trú á hann, mun hann frelsa okkur frá föllnu ástandi okkar sem nær lengra áskorunum okkar, vanmætti og þörfum í þessu stundlega lífi og gefa okkur æðstu gjöf allara, sem eilíft líf. Bróðir minn gafst ekki upp á mér þennan dag, heldur hélt ótröðu áfram svo ég gæti lært að gera þetta sjálfur. Hann hélt ótröður áfram, jafnvel þótt það krefðist þess að mér yrði bjargað tvisvar. Hann hélt ótröðu áfram, þótt ég skildi þetta ekki fyrstu. Hann hélt ótröðu áfram svo ég gæti sigrast á þessari áskorun og náð árangri. Ef við hugsum himneskt, munum við gera okkur grein fyrir því að frelsarinn mun vera til staðar eins oft og nauðsynlegt til að veita aðstoð ef við viljum læra, breytast, sigrast á, takast á við eða ná árangri í hverju því sem færi sanna og ævarandi hamingju í lífi okkar. Ritningarnar gera tákn og merkingu handa frelsarans ódauðleg. Í friðþægingafórn hans voru hendur hans negldar með nöglum til að festa hann á krossinn. Eftir uppreisu sína birtist hann lærisveinum sínum í fullkomnum líkama, en förin í lófum hans enn til áminningar altækafórn hans. Hönd hans mun ávallt vera til staðar fyrir okkur, jafnvel þótt við sjáum hana ekki eða skynjum í fyrstu. Því himnesku faðir útvaldi hann til að vera frelsari okkar, lausnara alls mannkyns. Ef ég hugsa himneskt, þá veit ég að við erum ekki skilin eftir ein í þessu lífi. Þótt við þurfum að takast á við áskoranir og raunir, þá þekkir himnesku faðir getu okkar og veit að við fáum borið erfiðleika okkar eða sigrast á þeim. Við verðum að gera okkar hluta, koma til hans í trú. Hans ástkæri sonur, Jesús Kristur, bjargvættur okkar og mun alltaf vera til staðar. Í nafni hans, hinu helga nafni Jesú Krists. Amen. I was baptized into the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ég var skírður meðlimur í kirkju Jesú Krists síðar þetta heilugu aðfangata 1987 fyrir nærri 37 ára síðan. Þetta var sannarlega yndislegur dagur í lífi mínu og í eilífri ferð minni og ég innilega þakklátur þeim vinum sem lögðu leiðina og leiddu mig að vötnum þessarar nýju fæðingar. Hvort sem þið skýrðist í gær eða fyrir mörgum árum, hvort sem þið komuð saman í stórri kirkjubyggingu sem hýsir margar deildir eða undir stráþæki, hvort sem þið meðtæki sakramenti til minningar frelsaran á tailensku eða swahili, þá vil ég segja við ykkur: velkomin í kirkju gleði. Velkomin í kirkju gleði. Vegna kærleiksríkrar áætlunar himnesks föður fyrir hvert barna sinna
og vegna endurleysandi lífs og hlutverks frelsara okkar Jesú Krists getum við og ættum að vera hamingjusamasta fólkið á jörðu. Jafnvel þegar stormar lífsins bylja á okkur í heimi sem oft erfiður, getum við ræktað með okkur vaxandi og varanlega gleði og innri frið, sökum vonar okkar á Krist og skilnings okkar á okkar eigin stöðu í hinni dásamlegu sæluáætlun. Í nær öllum ræðum sem aðalpostuli drottins hefur Russell M. Nelson forseti frá því að hann varð forseti kirkjunnar talað gleðina sem hlýst af lífi sem hefur Jesú Krist að þungamiðju. Í stuttu máli sagði hann: gleðin á rætur í honum og sökum hans. Hvað síðari daga heilaga varðar, þá Jesús Kristur sjálf gleðin. Við erum meðlimir kirkju Jesú Krist sinna síðari daga heilugu. Við erum meðlimir kirkju gleði. Gleði okkar sem fólks ætti hvergi að vera augljósari en þegar við komum saman á sakramenti samkomu okkar á hverjum hvíldardegi til að tilbiðja uppsprettu allra gleði. Þar komum við saman með deildar og greinar fjölskyldum okkar til að gleðjast yfir sakramenti kvöldmáltíðar drottins, frelsunar okkar frá synd og dauða og máttugri náð frelsarans. Hér komum við til að upplifa gleðina, athvarfið, fyrirgefninguna, þakkargjörðina og að tilheyra fyrir tilstuðlan Jesú Krists. Þessi andi sameiginlega gleði í Kristi það sem þið upplifið? Komið þið með þetta með ykkur? Kannski haldið þið að þetta hafi lítið með ykkur að gera eða kannski eru þið einfallega vön því hvernig hlutirnir hafa alltaf verið gerðir. En við getum öll lagt okkar að mörkum, hver sem aldur okkar eða köllun, til að gera sakramenti samkomur okkar að þeirri gleði fylltu, Krist miðuðu tilhlökkunar stund sem þar geta verið, tifandi í anda gleðiríkar lotningar. Gleðirík lotning, hún til? Kunnuð þið að spyrja. Já, hún til. Við elskum, heiðrum og virðum Guð okkar á djúpstæðan hátt og lotning okkar streymir frá sál sem fagnar yfir mikilli elsku, miskunn og hjálpræði Krists. Þessi gleðiríka lotning gagnvart drottni ætti að vera einkennandi fyrir helgar sakramenti samkomur okkar. Fyrir marga merkir lotning hins vegar aðeins að krossleggja hendur, þétta brjósti okkar, lúta höfði, loka augum og vera kyrr, endalaust. Þetta gæti verið gagnleg leið til að kenna orkumiklum smábörnum. En þegar við vöxum og lærum, skulum við gera okkur grein fyrir að lotning miklu meira en það. Hegðum við okkur þannig ef frelsarinn væri með okkur? Nei, því gleðignótt fyrir augliti hans. Mörg okkar þyrftu að æfa sig til að þessi umbreyting á sakramentissamkomum eigi sér stað. Við komum ekki bara saman á hvíldardegi til að sækja sakramentissamkomu og haka við það á listanum. Við komum saman til að tilbiðja. Það verulegur munur á þessu tvennu. Að mæta þýðir að vera viðstaddur, en að tilbiðja hins vegar að lofa og dásama Guð okkar af ásetningi á þann hátt sem umbreytir okkur. En ef við erum saman komin í minningu frelsarans og endurlausnarna sem hann hefur gert mögulega, ættu andlit okkar að endurspegla gleði okkar og þakklæti. Öldungur F. N.C. Bushe sagði eitt sinn söguna því þegar hann var greina forseti ungu drengur í söfnuðunum, leit á hann og pallinum og spurði hátt: hvað maðurinn með þetta harðneskja andlit að gera þarna uppi? Þau sem sitja á pallinum, ræðumenn, leiðtogar, kórar og þau sem í sofnuðunum, bjóða hvert annað velkomið í kirkju, gleði með þeim svip sem þau hafa á andliti sínu. Þegar við syngjum saman, erum við að sameinast í lofsöng til Guðs okkar og konungs, sama hver raddgæði okkar eða erum við bara að muldra orðin eða alls ekki að syngja. Ritningarnar segja að söngur hinna réttlátus í bæn til Guðs sem sál hans gleðst yfir.
syngjum því hátt og snjallt og lofum hann. Ræður okkar og vitnisburðir snúast himneskan föður og Jesú Krist og ávexti þess að lifa auðmjúklega eftir fagnaðarerindi þeirra, ávexti sem eru ljúffengar en allt sem ljúffengt Þá munum við endurnæra okkur þar til við erum mettuð orðin og þá mun okkur hvorki hungra né þyrsta. Byrðar okkar að vera léttari vegna gleðinnar yfir syni hans. Hinn dýrlega þungamiðja samkoma okkar blessun og viðtakas sjálfs sakramentisins, brauðsins og vatnsins sem tákna friðþægingargjöf drottins okkar og altilgangur samansöfnunar okkar. Þetta helgur tími andlegrar endurnýjendar þegar við staðfestum á nýja við séum fúslega að taka á okkur nafn Jesú Krists og gera aftur sáttmála að hafa frelsaran ávallt í huga og halda boðun hans. Á einhverjum tímabilum lífsins nálgumst við kannski sakramenti með þyngsli í hjarta og yfirþyrmandi byrðar. Á öðrum stundum komum við frjáls og laus við áhyggjur og erfiðleika. Þegar við hlustum af athygli á blessanir brauðsins og vassins og neytum af þessum helgu táknum, gætum við fundið löngun til að ígrunda fórn frelsarans, þjáningar hans í Getsemani, angist hans á krossinum og þær sorgir og sársauka sem hann þoldi fyrir okkur. Þetta verður það sem léttir á sál okkar við tengjum þjáningar okkar við hans. Á öðrum stundum munum við undrast af lotningu yfir hinni óviðjafnanlegu og ljúfu gleði sem hinn mikla gjöf Jesú hefur gert mögulegt í lífi okkar og í eilífðinni. Við munum fagna því sem koma mun, okkar kæru endurfundir við ástkæran föður okkar og upprisinn frelsara. Við gætum talið það skilyrt að ætla að tilgangur sakramentisins væri að sitja á kirkjubekknum og hugsa aðeins það hvernig við klúðrum málunum í vikunni undan. En snúum þeirri iðkun alveg við. Í kyrrðinni getum við hugleitt hvernig Drottinn hefur fylgt okkur eftir á margvíslegan hátt af undursamlegri elsku sinni þessa vikuna. Við getum íhuga merkingu þess að uppgöta gleði daglegra iðrunar. Við getum þakka fyrir þau skipti sem frelsarinn tók þátt í baráttu okkar og sigrum og fyrir þau tilvik þar sem við fundum náð hans, fyrirgefningu og kraft veita okkur styrk til að sigrast á erfiðleikum okkar og bera byrðar okkar af þolinmæði og jafnvel fögnuði. Já, við íhugum þjáningarnar og óréttlæti sem frelsari okkar þoldi vegna synda okkar og það gefur tilefni til réttsýnnar hugleiðingar. En stundum festumst við þar í garðinum við krossinn inni í gröfinni. Við látum bregðast að líta upp til þeirrar gleði að gröfinni lauk upp, að dauðinn var sigraður og Kristus sigraðist á öllu því sem geti komið í veg fyrir að við öðluðumst frið og kæmumst aftur til okkar himnesku heimkynna. Hvort sem við fellum sorgartár eða tár þakklætis meðan á sakramentinu stendur, látum það þá gerast í dásamlegri undrin yfir hinum góðu tíðundu gjafar föðurins og syni sínum. Hvað foreldra varðar, barna varðar sem eru ung eða hafa sérfarðir, þá oft engin kyrrðar og hugleiðslu stund meðan á sakramentinu stendur. Á smáum augnablikum yfir vikuna getið þið hins vegar kennt með fordæmi þann kærleika, þakklæti og þá gleði sem þið finnið til frelsarans og frá honum. Þið annir stöðugt litlu lömbin hans. Engin viðleitni við þetta ferli spillis. Guð einstaklega meðvitaður ykkur. Á sama hátt getum við byrjað að auka vonir okkar og væntingar innan heimilis okkar fyrir tíma okkar í kirkjunni. Á fjölskyldufundum getum við rætt hvernig hver einstaklingur geti lagt sitt af mörkum á áhrifaríkan hátt við að bjóða alla velkomna í kirkjugleði. Við getum gert áætlun og vænst þess að njóta gleðiríkrar upplifunar í kirkju. Deildaráðið getur séð fyrir og skapa menningu, gleðiríkrar lotningar á sakramenti stund okkar, komið auga hagnýtt skref og sjónrænar vísbendingar til að hjálpa. Gleði mismunandi milli einstaklinga. Fyrir suma getur það verið mikil kæti við dyrnar. Fyrir aðra getur það verið að hjálpa fólki hljóðlega að líða vel með því að brosa og sitja við hlið þess með ljúfu opnu hjarta.
Fyrir þá sem finnst þeir vera útundan eða á jaðrinum mun hlýjan við þessar móttökur skipta sköpum. Þegar allt kemur til alls getum við spurt okkur sjálf hvernig frelsarar myndi vilja að sakramenti stund okkar væri. Hvernig myndi hann vilja að tekið væri á móti hverju barna sinna annast væri þau, þeim sýnd umönnun og elska. Hvernig myndi hann vilja að okkur liði þegar við komum til að endurnýjast í gegnum það að minnast hans og tilbiðja. Í upphafi trúarferðar minnar var gleði í Jesú Kristi mín fyrsta mikla uppgötvun og hún umbreytti heimi mínum. Ef þið hafið enn ekki uppgötvað þessa gleði, leitið hennar þá. Þetta boð að taka á móti gjöf frelsarans frið, ljós og gleði, að njóta hennar, undrast yfir henni og gleðjast hvern hvíldardag. Höfum við ekki ástæðu til að fagna? Já, ég segi ykkur að frá upphafi veraldar, Ammon í Málmórsbók tjáir tilfinningar mínar hann segir, höfum við ekki ástæðu til að fagna? Jú, ég segi ykkur að frá upphafi veraldar hafa aldrei verið menn sem jafnmikla ástæðu höfðu til að fagna og við. Já, gleði mín tekur völdin og ég miklast í Guði því að hans allt vald, öll viska og allur skilningur. Hann skilur alla hluti og hann miskunn sem vera og miskunn hans nær til að frelsa þá sem vilja iðrast og trúa á nafn hans. Nú, ef þetta að miklast, já, þá miklast ég. Já, þetta líf mitt og ljós mitt, gleði mín og henn mikla þakkargjörð mín. Velkomin í kirkju gleði. Í nafni Jesú Krists. Amen. As directed, Söfnuðurinn mun við merki frá stjórnanda og syngja nú Ísraels lausnari með kórnum. Við munum heyra frá öldungunum David L. Böckner, D. Martin Góri og Aroldo B. Cavalcanti af hinn 70. This is the Saturday afternoon session of the 194th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In a world filled with contention and division, where civil Í heimi þar discourse sem ágreiningur og sundrung ríkir, þar sem dómharka og fyrirlitning hafa komið í stað borgaralegra umræðu og vináttu er skilgreind eftir ismum og ítum, hef ég komist að því að til er skýrt einfalt og guðlegt fordæmi sem við getum leitað til varðandi einingu, elsku og að tilheyra. Það fordæmi er Jesús Kristur. Ég ber vitni að hann er hinn mikli sameinari. Í desember árið 1839 þegar róstur á meðal þjóðana virtist sýnilegra en nokkur sinni áður frá stofnun kirkjunnar komu leiðtogar síðritaga heilagra saman í ráðstefnu í Kirtland á Ohio og þeir báðu hver í sínu lagi og upp á til drottins að hann opinberaði þeim vilja sinn. Til að svara bænum þessara trúföstu meðlima á erfiðum tímum mikils rósturs þá hughreysti drottinn þá ávarpaði hina heilugu þrisvarsinnum með 2 kröftugum orðum: vinir mínir. Jesús Kristur hefur lengi kallað trúfasta fylgjendur sína vini sína. Í kenningu og sáttmála notar hann frelsarinn hugtækið vinir til að skilgreina heilagt og kært samband. Ég er ekki að tala orðið vinur eins og heimurinn skilgreinir það með fyrirvara fylgjendur á samfélagsmiðlum eða like. Það er ekki hægt að skilgreina það með millumerki eða fjölda á Instagram eða X. Ég viðurkenni að þessum ungmenni man ég eftir ótallegum samtölum sem ég heyrði þegar ég heyrði þessi sársaukafullu orð. Getum við bara verið vinir? Eða við skulum bara fara í vinargýrin. Hvergi í hinu helga riti heyrum við hann segja: þér eru bara vinir mínir. Hann kenndi öllu heldur að enginn ætti meiri kærleika en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og þér eru þeir sem faðir minn hefur gefið mér, þér eru vinir mínir. Viðhorfið er skýrt. Frelsarinn hefur tölu okkur öllum og vakir yfir okkur. Þessi umhyggja er hvorki ómerkilega né léttvæg. Hún er fremur upphefjandi og eilíf. Ég sé yfirlýsingu frelsarans, vinir mínir sem lúðurhljóm að byggja æðri og helgari sambönd meðal allra barna Guðs svo að við megum verða eitt. Þetta getum við gert þegar við komum saman í leita bæði tækifærum til einingar og í þeirri tilfinningu að allir séu meðteknir. Frelsarinn sýndi þetta fallega með boði sínu: kom fylg mér. Hann færði sér í gjafir og einstaklingsmynda eiginleika fjölbreytts hóp fylgjenda til að kalla apóstola sína. Hann kallaði fiskimenn, vandlætara, bræður sem voru kunnir fyrir þrjumann og jafnvel tollendum hann. Trú þeirra á frelsarinn og þrá þeirra til að koma til hans sameinaði þá. Þeir litu til hans, sáu þeir Guð og þeir yfirgáfu netin samstundist og fylgdu honum. Ég hef líka séð hvernig æðri og helgari samband sameina okkur sem eitt. Ég og eiginkona mín, Jennifer, nutum þeirra blessunar álaði börnin okkar 5 í New York borg. Þar, í þessari eðlisömu stórborg, myndum við dýrmætt og helg samband við nágranna skólavinni, viðskiptafélaga, trúarleiðtoga og aðra heilaga. Í maí 2020, þegar heimurinn var að glíma við útbreiðslu heimsfaraldur, hittust meðlimir trúboðsleiðtoganefndar í New York borgar og netfundi sem boðað hafði verið til í skyndi. Þar var engin dagskrá, engur sérstakur gestir, bara beiðni að koma saman og ræða þær áskoranir sem við stóðum frammi fyrir sem trúarleiðtogar. Sjúkdómavarnamiðstöð hefði nýlega greint frá því að borgin okkar var í miðja COVID-19 faraldursins í Bandaríkjunum og það þýddi engar samkomur og ekki væri hægt að koma saman. Það var mikill skellur fyrir þessa trúarleiðtoga að láta af persónulegri þjónustu safnaðar samkomum og vikulegri tíðbeiðslu. Fámennur hópur okkar sem samanstóð af kardínálaprestum, rabbínum, múslimaklerkum, forstöðumönnum, safnaðarhirðum og eldungi hlustaði á og huggaði og studdi hver annan. Í stað þess að einblína á hið ólíka með okkur sáum við hvað við áttum sameiginlegt. Við töluðum möguleika og síðan líkur. Við hittumst og svöruðum spurningum trú og framtíðina. Síðan báðumst við fyrir. Ó, hve heitt við báðumst fyrir.
Í afar fjölbreyttri borg þar sem fjölbreytileikinn mikill og menningarheimur rekast á, sáum við að engu verða sem skar okkur í sundur, en við komum saman sem vinir með eina rödd, einn tilgang og eina bæn. Við lítum ekki lengur á hver annan yfir borðið, heldur saman til himins. Við yfirgáum hvern fund, samhentari og tilbúnir til að taka upp skóflurnar okkar og fara að vinna. Samstarfið sem var til þess að þjónustan sem þúsundir New-York-búar veittu mér, kendi mér að í heimi sem býður upp á stundrungu, fjarlægð og þátttökuleysi alltaf miklu meira sem sameinar okkur en sundrar. Frelsarinn sárbað, verið eitt, og ef þér eruð ekki eitt, eru þér ekki mínir. Bræður og systur, við verðum að hætta að leita ástæðina til sundrungar og leita tækifæra til að vera eitt. Hann hefur blessað okkur með einstökum gjöfum og eiginleikum sem bjóða upp að við lærum af hvert öðrum og þroskumst persónulega. Ég sagði oft háskólanemendum mínum að ég geri það sem þið gerið og þið gerið það sem ég gerið, þá þurfum við ekki á hvert öðru að halda. En þar sem þið gerið ekki það sem ég geri og ég geri ekki það sem þið gerið, þurfum við vissilega á hverju öðru að halda. Sú þarf sameinar okkur. Að sundra og sigra áætlun andstæðingsins að eyðileggja vináttu, fjölskyldu og trú. Það frelsarinn sem sameinar. Einn þeirra blessana sem okkur lofað þegar við verðum eitt sterk tilfinning þess að tilheyra. Öldungur Pintinettkop kendi að kjarni þess að tilheyra sannarlega að verða eitt með Kristi. Í nýlegri heimsókn fjölskyldu minna til Vestur-Afríkulandsins Ghana heillaðist ég að hefðum staðarins og þegar við komum í kirkju eða á heimili var okkur heilsað með orðunum: þið eru velkomin. Þegar matur var borinn fram, tilkynnti gestgjafi okkar: ykkur boðið. Þessi einföldu orð voru sett fram af tilgangi og ásetningi. Þið eru velkomin. Ykkur boðið. Við setjum álíka helgar yfirlýsingar á dýrsamkomuhúsa okkar, en skiltin gestir velkomnir ekki nóg. Bjóðum við alla velkomna sem inn dyrnar koma, bræður og systur. Það ekki nóg að sitja bara á bekknum. Við verðum að hlýða kalli frelsarann sem að byggja upp æðra og helgar í samband við öll börn Guðs. Við verðum að lifa samkvæmt trú okkar. Faðir minn myndi mig oft á að það eitt að sitja á kirkjubekk á sunnudögum gerir mann ekki að góðum kristilegum manni. Ekki frekar en að sofa í bílskúr gerir mann að bíl. Við verðum að lifa lífi okkar þannig að heimurinn sjáu okkur ekki, heldur sjáu hann í gegnum okkur. Þetta á sér ekki aðeins stað á sunnudögum, þetta á sér stað í matvöruversluninni, við bensíndælina, á skólafundu, á hverfisamkomi, á öllum stöðum þar sem skýrðir og óskýrðir fjölskyldumeðlimir starfa og búa. Ég tilbyð á sunnudögum til áminningur að við þörfnumst hvers annars og í sameiningu þörfnumst við hans. Hinar einstöku gjafir okkar og hæfileikar sem aðgreinir okkur í viðrallegum heimi sameina okkur á helgum stöðum. Frelsarinn hefur kallað okkur til að hjálpa hvert öðru, lyfta hvert öðru og uppbyggja hvert annað. Þetta það sem hann gerði þegar hann læknaði konuna af blóðlátum, hreinsaði líkráa mannin sem sárbáði miskunn, rálaði unga höfðingjanum sem spurði hvort hann gæti gert meira, elskaði Nikodemus sem vissi en átti erfitt með að trúa og satt með konunni við brunnin sem ekki fjall að síðvenjum þess tíma, en hann sagði henni frá messiarhlutverki sínu. Þetta finnst mér vera kirkja, staður samansafnunar, endurheimtar, lagfæringar og endurlausnar. Eins og Nelson forseti hefur kennt. Net fagnaður erindisins stærsta net í heimi. Guð býður öllum að koma til sín. Það staður fyrir alla. Sum hafa upplifað eitthvað sem þau fá
sem fær þau til að finnast þau ekki tilheyra. Boðskapur frelsarans til mín ykkar sá sami. Komið til mín allir þér sem erfiðið og þungar byrðar hafa, og ég mun veita yður hvíld. Fagnaðarerindi Jesú Kristur fullkominn staður fyrir okkur. Að koma í kirkju veitir vonum betri daga, loforðum að þið séuð ekki ein, og fjölskyldu sem þarfnast okkar jafn mikið og við þornumst hennar. Öldungur D. Kristoffer staðfesti að það að vera eitt með föðurnum, siðrunum og heilugum anda á nefaheið endanlega varðandi það að tilheyra. Öllum þeim sem hafa dregið sig í hlé og að reyna að koma aftur færi ég eilífjan sannleika og boð. Þið heyrið, komið aftur. Þetta tíminn. Í þrætugjörnum og sundurleitum heimi ber ég vitni að frelsarinn Jesú Kristur hinn mikli sameinari. Ég býð hverju okkar að verða verðug boð frelsarans að verða eitt og lýsi ákveðið yfir eins og hann gerði. Þið eru vinir mínir. Í hinu helga nafni Jesú Krist. Amen. Þegar ég var 5 ára gamall var ég að spila fótbolta með vinum mínum á bakvið kirkjuna í litla þorpinu mínu. Ég man glögglega eftir boði prédikarans til safnaðar síns að hreinsa föt sín til að búa sig undir komu frelsarans. Þar sem ég var ungur tók ég þessu köllum mína bókstaflega. Ég hljóp heimins hratt og litlu fætur mínu gátu borið mig og sárba móðu mína að þvo fötin mín, svo ég gæti verið flekklaus og tilbúin fyrir komu frelsarans daginn eftir. Þótt móðu mín var í efu sem yfirvandi endurkomu frelsarans, þá þvoði hún samt mín bestu föt. Morgunin eftir fór ég örlítið rök fötin og beið spenntur eftir að fréttin bærist komu frelsarans. Þegar leið á daginn og ekkert gerðist, ákvað ég að fara í samkomuhúsið. Ég var fyrir miklum vonbrigðum þegar kirkjan var tóm og frelsarinn var enn ekki kominn. Þið getið rétt ímyndað ykkur tilfinningar mínar ég gekk hægt heim á leið. Árum síðar, þegar ég var að taka á móti trúboðslektsjónum til að búa mig undir að ganga í kirkju Jesú Krists hina síðari daga heilugu, las ég eftirfarandi: og ekkert óhreint fær komist inn í ríki hans. Þess vegna gengur enginn inn til hvíldar hans, nema þeir sem hafa laugað klæði sín í blóði mínu, vegna trúar sinnar og iðrunar á öllum syndum sínum og vegna staðfestu sinnar allt til enda. Útskýringi sem ég hlaut á þeim tíma hjálpaði mér að skilja þann mikilvæga sannleika sem hafði farið fram hjá ungum huga mínum mörgum árum áður. Boðskapur prédikarans einblíndi á mikilvægi andlegs hreinleika. Hann hvatti söfnuðinn til að leita iðrunar, gera breytingar á lífi sínu og snúa sér til frelsarans eftir endurlausn. Himnesku Faður skilur jarðneskt ferðalag okkar og hversu óhjákvæmilegar syndir eru í lífi okkar. Ég einlæglega þakklátur fyrir að hann hefur séð okkur fyrir frelsara til að friðþægja fyrir brot okkar. Fyrir endurleysandi fórn frelsarans getum við öll iðrast, leitað fyrirgefningar og orðið hrein. Iðrun, sem grundvallarregla fagnaðarerindisins, nauðsynleg fyrir andlegan þroska okkar og þolgæði við tökumst á við áskoranir lífsins. Á aðalráðstefnunni í apríl 2022 bauð Russell M. Nelson forseti hverjum meðlim kirkjunar að upplifa gleði daglegrar iðrunar. Hann sagði: óttist hvorki að iðrast né sláið iðrun á frest. Satan hefur yndi af yndi ykkar. Bindið enda á það. Útilokið áhrif hans í lífi ykkar. Byrjið í dag að upplifa gleði þess að afklæðast hinum náttúrulega manni. Frelsarinn elskar okkur alltaf, en einkum þegar við iðrumst. Ef ykkur finnst þið hafa vilst of langt frá eða veru lengi frá fjarri sáttmálsveginum og sjáið enga leið tilbaka, þá það einfaldlega ekki satt. Ef það eitthvað sem þið hafið ekki iðrast byllilega af, þá hvet ég ykkur til að hlýða ákalli Nelsons forseta að fresta ekki iðrun ykkar.
Það gæti þurft nokkurn hugrekki til að taka þátt í þessu ferli. Hins vegar get ég fullvissað ykkur að gleðin sem stafar á sannri iðrun æðri skilningi okkar. Þegar við iðrumst einlæglega við helgum með blóði frelsarans verum næmari fyrir hvatningu og áhrifum heilags anda. Increasing our sensitivity to the promptings and influence of the Holy Ghost. My eternal companion was born with a hearing impairment. Eilífur lífsbörundu minn fættist með heyrnarskerðingu og verður þar að leiðandi að nota heyrnartæki. Ryk og sviti geta haft áhrif á virkni þessara tækja og því fylgist ég með henni á hverju morgni. Þrífa tengirörin á kostgæfni áður hún nota hjálpatæki. Þessi einfalda en stöðuga venja útilokar óhreinindi, raka eða tæringu og bætir þannig hæfni hennar til að heyra og eiga samskipti á áhrifaríkan hátt. Þegar hún gleymir þessari daglegu venju, kemur það niður á hæfni hennar allan daginn til að heyra. Tölur orð dofna smá saman og verða loks óheyranleg. Rétt eins og dagleg hreinsun heyrnartækjana gera henni kleift að heyra skýrt, gerir daglega iðrun okkur kleift að greina leiðsögn drottins með heilugum anda. Undir lok jarneska þjónustu drottins og áður hann fór í Getsemani-garðinn, bjó hann lærisveina sína undir komandi erfiðleika. Hann fullvissaði þá með því að segja: en hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Eitt megin hlutverk heilags anda að aðvara, leiða og leiðbeina hverjum einstaklingi sem hlustar á hina ljúfu innri rödd. Rétt eins og stíflaðar samskiptaleiðslur heyrnartækja geta hindra rétta virkni, getur andlegt samband okkar við himneskan föður einnig skerst, sem leiðir til hættulegs misskilnings eða ekki farið eftir leiðsögn hans. Tilkoma alnetsins hefur gert upplýsingar aðgengilegri nokkru sinni áður. Þetta getur leitt okkur til þess að snúa okkur til heimsins eftir leiðsögn frekar en til Guðs. Russell M. Nelson forseti kenndi: á komandi tíð verður ekki mögulegt að komast af andlega án þess að njóta stöðurar handleiðslu, huggunar og áhrifa heilags anda. Ég þakklátur fyrir að sérhvert okkar getur tekið á móti gjöf heilags anda við staðfestingu okkar. Dallin H. Oaks forseti varaði þó við að þær blessanir sem bjóðast með gjöf heilags anda eru bundnar því skilyrði að menn séu verðugir og andi drottins dvelur ekki í vanhelgum musterum. Þegar við veljum meðvitað að fylgja leiðsögn spámanna og postula mun hæfni okkar til að hafa heilagan anda sem stöðugan förunaut aukast. Heilagur andi gerir ákvarðanatökur okkar skýrari og vekur hugsanir og hughrif sem í samræmi við vilja himnesks föður. Að hafa heilagan anda sem stöðugan förunaut lykil atriði fyrir andlega vöxt okkar. Við var nýlega farið að vera í forsæti stikurráðstefnu í Granger West stikun í Salt Lake, Utah. Á þessum viðburði hitti ég stikuforseta sem hefur á kostgæfni þróað hæfni sína til að greina hvatningu heilags anda gegnum réttlátt líferni og daglega iðrun. Við skipulögðum heimsóknir til 3 heimila sem hluta af hirðarþjónustu okkar. Þegar við lokið síðustu heimsókninni voru enn 30 mínútur eftir fram að næsta verkefni okkar. Þegar við fórum tilbaka í stikumiðstöðuna fekk Chestnut forseti þannig innblástur að heimsækja eina fjölskyldu viðbót. Við vorum báðir sammála að fylgja þessari hvatningu. Fórum að heimsækja Jones fjölskylduna þar sem kom að því að systir Jones var rúmliggjandi vegna veikinda. Augljóst var að hún þurfti á prestdæmisblessun að halda. Með hennar leyfi veittum við henni þjónustu. Þegar við bjuggum okkur undir að fara, spurði systir Jones hvernig höfum við vitað að brýna þörf hennar fyrir blessun. Sannleikurinn sá að við vissum það ekki. Himnesku faðir
sem var meðvitaður þarfir hennar, vissi það og innblés Chestnut forseta til að vitja heimilis hennar. Þegar við erum móttækileg fyrir leiðsögn hinnar lágu, hljóðlátu rattar, verðum við betur í stakk búin til að þjóna nauðstöddum á áhrifaríkari hátt. Ég ber vitni góðan og kærleiksríkan himneskan föður. Jesús Kristur frelsari og lausnari mannkyns. Ég ber vitni að friðþæging Jesú Krists raunveruleg og þegar við lærum að fylgja leiðsögn heilags anda mun hann leiða okkur til að iðrast og nota kraft friðþæginga frelsarans í lífi okkar. Russell M. Nelson forseti sannur og lifandi spámaður drottins með alla prestdæmislykla á jörðu í dag. Í nafni Jesú Krists. Amen. Árið 2015 unnu 62 meðlimir lögmannafélags J. Rubens Clark með skrifstofu ríkissaksóknara í Pernambuco-fylki í Brasilíu að því að rannsaka lagalegar áskoranir íbúa á 4 mismunandi hjúkrunarheimilum. Einn laugardaginn ræddu þessir lögfræðingar í 5 klukkustundir við yfir 200 íbúa, einn í einu, sem hver sig höfðu í raun gleymst í samfélaginu. Í viðtölum sínum uppgötvuðu þeir nokkra glæpi sem höfðu verið framdir gegn öldruðum íbúum, svo sem afskiptaleysi, illa meðferð og fjárdrátt. Lykilstoð þessa lögmannafélags að annast hinna fátæku og þurfandi. Aðeins 2 mánuðum síðar lagði saksóknari fram ákæru á hendur ábyrgum aðilum. Stuðningur þeirra fullkomið dæmi kenningu Benjamins konungs að þegar þér eruð í þjónustu meðbræðra yðar, eru þér aðeins í þjónustu Guðs yðar. Einn íbúi sem ég ræddi persónulega við í pro bono verkefninu var góðhjörtuð 93 ára gömul kona að nafni Lúcia. Þakklátt fyrir þjónustu okkar sagði hún í gríni: "Gifstu mér?" Ég svaraði hissa: "Sjáðu þarna þessa fallegu ungu konu. Hún eiginkona mín og ríkissaksóknarinn." Hún skaut fljótt tilbaka: "Hvað með það? Hún ung, falleg og getur auðveldlega gifst aftur. Þú ert allt sem ég hef." Hinir dásamlegu íbúar fengu ekki lausn á öllum sínum vandamálum þennan dag. Þeir hafa vafalaust haldið áfram að upplifa erfiðleika endrum og eins og jaredítarnir á bátum sínum á hinni erfiðu ferð til fyrirheitna landsins, grafnir í djúpi sjávar vegna fjallháu öldunar braut á þeim. Þennan laugardag vissu íbúar hjúkrunarheimilana hins vegar að þrátt fyrir jarðneskt nafnleysi þeirra þá þekkti kærleiksríkur himneskur faðir þá persónulega sem svarar jafnvel einföldustu bænum. Meistari meistaranna lét ofsa stormfeikja jaredítunum í átt að fyrirheitnum blessunum. Á líkan hátt getum við ákveðið að þjóna sem auðmjúk vindkviða í höndum drottins. Á sama hátt og vindurinn blés jaredítana stöðugt í átt að fyrirheitna landinu getum við hjálpað öðrum á ferð þeirra til að hljóta blessanir Guðs. Fyrir nokkrum árum þegar ég og Chris, mín kæra eiginkona, vorum í viðtali fyrir köllun mína sem biskup bað stikuforsetinn mig að íhuga í bænarhug nafn til að mæla með sem ráðgjafa. Eftir að hafa heyrt nafni sem ég mælti með sagði hann að ég ætti að vita nokkuð einn bræðrana. Í fyrsta lagi þá kunni þessi bróður ekki að lesa. Í öðru lagi átti hann ekki bíl sem hann geti notað til að heimsækja meðlimi. Í þriðja lagi þá var hann alltaf með sólgleru í kirkju. Þrátt fyrir einlægar áhyggjur forsetans fann ég sterklega að ég ætti enn að mæla með honum sem ráðgjafa mínum og stikuforsetinn studdi það. Sunnudaginn sem ég og ráðgjafar mínir voru studdir á sakramenti samkomu leyndi undrun meðlimanna sér ekki. Þessi kæri bróðir gekk hægt upp að altarinu þar sem loftljósin spegluðu skert á sólglerugunum hans. Þar sem hann sat við hlið mér spurði ég hann: "Bróðir, áttu í vandræði með sjónina?" "Nei," sagði hann. "Af hverju notar þú þá sólglerugu í kirkju?" spurði ég.
Vinur minn, meðlimirnir þurfa að sjá augu þín og þú verður líka að geta séð þá betur. Á þeirri stundu tók hann af sér sólgleraugun og notaði þau aldrei aftur í kirkju. Þessi ástkæri bróðir þjónaði mér við hlið þar til ég var læstur af sem biskup. Í dag heldur hann áfram að þjóna trúfastlega í kirkjunni og er fordæmi hollustu og skuldbindingu við drottin Jesú Krist. Og samt var hann fyrir mörgum árum óþekktur náungi með sólgleraugu sem sat nánast gleymdur á kirkjubekkjum kirkjunnar. Ég velti því oft fyrir mér hversu margir trúfastir bræður og systur sitja gleymd okkar á meðal í dag. Hvort sem við erum vel þekkt eða gleymd þá munu raunir óhjákvæmilega verða á vegi okkar allra. Þegar við snúum okkur til frelsarans þá getur hann helgað þrengingar okkur til góðs og hjálpa okkur að bregðast við í raunum okkar á þann hátt að það auðveldi andlega framþróun okkar. Hvort sem er að ræða íbúa hjúkrunarheimilis, ranglega dæmdan, kirkjumeðlim eða einhvern annan þá getum við verið vindurinn sem blés stöðugt, fært og vonleitt aðra til sáttmálsvegarins. Okkar áskæri spámaður Russell M. Nelson forseti lagði fram spennandi og hvetjandi boð til unga fólksins. Ég staðfesti eindregið að drottin hefur boðið sérhverjum verðugum dugandi ungum manni að búa sig undir og þjóna í trúboði. Fyrir síðari daga heilaga pilta er trúboðsþjónusta prestdæmi skylda. Fyrir ykkur, ungu og dugandi systur, er trúboð einnig áhrifaríkt en að valfrjálst tækifæri. Tilvitnun lýkur. Dag hvert svara þúsundir pilta og stúlkna spámannlegri köllun drottins með því að þjóna sem trúboðar. Þið eru stórkostleg eins og Nelson forseti hefur sagt. Þá getið þið haft meiri áhrif á heiminn en nokkur kynslóð til þessa. Auðvitað þýðir það ekki að þið verði besta útgáfan ykkur sjálfum leið og þið stígi fæti inn í trúboðsskólan. Þess í stað getið ykkur liðið eins og Nefi, leitt af andanum og ef þið vitið ekki fyrirfram hvað gjöra skal. Engu að síður haldið þið það áfram. Ef til vill eru þau óörugg eins og Jeremía og vilji segja, ég er ekki fær að tala því að ég er enn svo ungur. Þið getið jafnvel séð persónulega vankanta ykkar og vilja hrópa eins og Móse gerði. Æ, drottin, ég hef aldrei málsnjall verið. Mér er trekkt mál og tungutak. Ef eitthvert yðar áskæru og voldugu piltar og stúlkur hugsar á þennan hátt einmitt núna, minnist þess á að drottin hefur svarað. Segðu ekki, ég er enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og hann lofar. En farðu nú, ég verð með munni þínum og kenni þér hvað þú átt að segja. Umbreyting ykkar úr ykkar náttúrulegu sjálfi yfir í andlegt mun eiga sér stað. Orð á orð ofan og setning á setning ofan. Er þið keppið að einlagnið að þjóna Jesú Kristi á trúboðsakreinu með daglegri iðrun, trú nákvæmri, hlýðni og elgjusemi við að finna án afláts, kenna iðrun og skýra trúskiptinga. Þó að þið séu með nafnspjald gæti ykkar stundu fundist þið óþekkjanlega eða gleymt. Þið verðið þó að vita að þið eigið fullkominn himneskan föður sem þekkir ykkur persónulega og frelsara sem elskar ykkur. Þið munuð hafa trúboðsleiðtoga sem þrátt fyrir ófullkomleika sína munuð þjóna ykkur sem vindurinn sem blés stöðugt við að leiða ykkur á ferð ykkar til persónulegar trúar umbreytingar. Í landi sem flýtur í mjólk og hunangi munuð þið þjóna í trúboði ykkar. Þið munuð endurfæðast andlega og verða lærisveinar Jesú Krists. Til æviloka er þið færist nær honum. Þið getið komist að raun að þið eruð aldrei gleymd. Þótt sumir kunna bíða lengi eftir lík því þeir hafa engan sem enn getur hjálpað, þá hefur drottinn Jesús Kristur kennt okkur að hann gleymir engum. Þvert á móti, þá var hann fullkomið dæmi að leita uppi hinn eina á hverju augnabliki jarðneskrar þjónustu sinnar. Hvert okkar og fólk umhverfis okkur stendur frammi fyrir stormum andstreymis og öldum prófraunar sem kaffæra okkur daglega. En vindurinn mun ekki hætta að blása, stöðugt í átt til hins fyrirheitna lands og þannig rekur okkur áfram undan vindinum. Sérhvert okkar getur verið hluti af þessum vindi.
sama vindi og blessaði jaredítana á ferð þeirra og sama vindi sem mun með okkar hjálp blessa hinn óþekktu og gleymdu svo þau komist til síns eigins fyrirheitna lands. Ég ber vitni að Jesús Kristur málsvari okkar fyrir föðurnum. Hann lifandi Guð og virkar sem sterkur vindur sem mun alltaf leiða okkur á sáttmálsveginum. Í nafni Jesú Krists. Amen. We are grateful for all. Við erum þakklátt fyrir alla þá sem hafa talað til okkar í dag og fyrir hina fögru tónlist sem barnakórin flutti. Takk fyrir. Við minnum ykkur á kvöldhluta laugardags sem verður í ráðstefnuhöllinni nú í kvöld klukkan 18 að sumartíma. Loka ræðumaður okkar á þessum hluta verður öldungur Ulysses Source í 12 postulasveitinni. Að honum loknum kórin ljúka þessum hluta með því að syngja When the Savior Comes Again. Lokabæn verður síðan flutt af Susan H. Porter forseta sem þjónar sem aðalforseti barnafélagsins. On a certain occasion, tiltekið tækifæri talaði frelsarinn kaupmann sem var að leita að fögrum perlum. Við leit kaupmannsins fann hann eina sem var dýrmæt. Til þess að eignast eina stórkostlegu perlu var þessi maður samt að selja allar eigur sínar sem hann gerði tafarlaust og glaðlega. Í þessari stuttu og íhugulu dæmisögu kenndi frelsarinn fagurlega að himnaríki væri sambærilegt ómetanlegri perlu. Sannlega hinum dýrmætasta fjársjóði sem sækjast ætti eftir framar öllu öðru. Sú staðreynd að kaupmaðurinn seldi samstundis allar eigur sínar til að eignast þessa dýrmætu perlu gefur glöggt til kynna að við ættum að samstilla huga okkar og þrára að vilja drottins og gera fúslega allt sem við getum í okkar jarðneska ferðalagi til að öðlast eilífar blessanir ríkis Guðs. Til þess að vera verðug þessarar miklu launa þurfum við meðal annars vissulega að leggja okkur öll fram við að leggja til hliðar alla sjálfhverfa iðju og hverfa frá hverskyns flækjum sem halda aftur af okkur frá fullri skuldbindingu við Drottin og hans æðri og helgari mætti. Páll postuli vísa til þessara helgu iðju á þann hátt að hafa huga Krists. Eins og Jesús Kristus sýndi fram á, þá þýðir þetta að gera ætíð það sem Drottni þóknast í lífi okkar, eða eins og sumum verður að orði, þetta að gera það sem virkar fyrir Drottin. Með skilningi fagnaðarerindisins þá þýðir það að gera ætíð það sem Drottni þóknast, að beygja vilja okkar undir vilja hans. Frelsarinn kenndi mikilvægi þessara reglu af íhygli hann leiðbendi í lærisveinum sínum. Ég stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því að sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. And I will raise him up at the last day. Frelsarinn náði fullkomnu og guðlegu stigi undirgefni við föðurinn með því að leyfa að vilji sinn innbyrðist í vilja föðurins. Hann sagði eitt sinn, og sá sem sendi mig með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég geri ætíð það sem honum þóknast. Þegar frelsarinn kenndi spámanninum Jósef Smith ángist og sársauka friðþægingarinnar og sagði hann, því að sjá Guð hef þolað þetta allt
fyrir alla svo að þeir þurfi ekki að þjást ef þeir ytrast. Þjáningu sem var þess valdandi að ég sjálfur Guð, æðstur allra, skalf af sársauka, to tremble because of pain, and to bleed at every blóðdraug úr pore, hverri svítáholu og þjáðist bæði á líkama og í anda og með hralli óskaði ég þess að þurfa ekki að bergja þennan fiska bikar. Sé föðurnum eigi að síður og ég tæmdi hann og lauk undirbúningi mínum fyrir mannanna börn. unto the children of men. During our Í járnæstu sojourn, dvöl okkar glímum við oft við það sem við teljum okkur vita, hvað við teljum vera best og það sem við teljum að virki fyrir okkur, í stað þess að skilja það sem himnesku faður raunverulega veit, hvað er eilíflega best og hvað virkar algjörlega fyrir börnin í áætlun hans. for children within his plan. Þessi mikla barátta getur orðið afar flókin, sérstaklega þegar hafðir eru í huga spádómar reikningana fyrir okkar tíma. En það skaltu vita að á síðustu dögum verða menn sérgóðir og elska munaðarlífi meira en Guð. More than lovers of God. One sign that indicates Þess að þessi spádómur uppfyllist svo vaxandi tilhneigingi í heiminum sem svo margir hafa tileinkað sér að fólk verði upptekið af sjálfum sér og básúni stöðugt, sama hvað, þá lifi ég eftir mínum eigin sannleika eða geri það sem virkar fyrir mig. Líkt apóstolinn Páll sagði, þá leita þau þess sem sjálfra þeirra en ekki þess sem Krists Jesú Slíkur hugsunarháttur oft réttlættur sem upprunalegur af þeim sem leyfa sér sjálfhverfa iðju, persónulegt val eða vilja réttlæta ákveðna hegðun sem felur oft ekki að kærleiksríkri áætlun Guðs og vitja hans fyrir þau. En ef við leyfum hjarta okkar og huga að tileinkað sér þennan hugsunarhátt getum við skapað verulegar hrösunarhellur fyrir okkur sjálf við það að öðlast hina dýrmætu perlu sem Guð hefur fyrirbúið börnum sínum ástúðlega eilíft líf. Þótt sagt sé að hvert okkar ferðist í einstaklingsbundnu ferðalagi lærisveinsins á sáttmátsveginum og reynir að hafa Krist Jesú sem miðpunkt í hjarta okkar að huga, þá þurfum við að vera varkár og stöðugt vakandi til að láta ekki freistast, til að tileinka okkur slíka veraldlega heimspeki í lífi okkar. Öldungur Quintinet Cox sagði að það væri jafnvel enn mikilvægara að sýna kristilega eiginleika heldur en að vera upprunaleg. Kæru vinir, þegar við veljum að láta Guð vera áhrifaríkastan alls í lífi okkar fram yfir sjálfhverfa iðju okkar, getum við tekið framförum í lærisveinshlutverkinu og aukið getu okkar til að sameina huga okkar og hjarta með frelsaranum. Þegar við aftur á móti leyfum ekki að háttur Guðs ráði í ríkjum í lífi okkar, þá vorum við skilin ein eftir og án innblásinnar leiðstamar drottins hægt að réttlæta næstum allt sem við gerum eða gerum ekki. Við getum líka afsakað okkur sjálf með því að gera hlutina á okkar hátt og raun sagt, ég bara að gera hlutina á minn hátt. Eitt sinn, þegar frelsarinn var að boða kenningu sína, hafnaði sumt fólk, einkum sjálfumglaði farísear, boðskapi hans og lýsti því umbúðalisti yfir að þeir væru börn Abrahams og gaf í skyn að ættleikur þeirra myndi beita þeim sérstök forréttindi í augum Guðs. Þetta hugafar leiddi til þess að þeir reyndu sig á eigið og trúðu því ekki að því sem frelsarinn var að kenna. Viðbrögð faríseanna við Jesú voru skýrmerki að hrokafull viðhorf þeirra skildi ekkert rúm eftir í hjörtum þeirra fyrir orð frelsarans og veg Guðs. Til að svara þessu lýsti Jesú því yfir af visku og hugdirsku að ef þau væru sannarlega niðjar Abrahams, myndu þau vinna verka Abrahams, einkum þegar haft í huga að Guð Abrahams stóð frammi fyrir þeim og kenndi þeim sannleikann á því andartaki.
Brothers and Bræður og sisters, systur, eins og þið sjáu það að fylgja þeirri hugaleikvimi að gera það sem að virkar fyrir mig í stað þess að gera það sem drottni þóknast, ekki ný tíska sem einkennir okkar tíma. Það aldagamall hugsunarháttur sem hefur gengið yfir aldirnar og blindar oft þá sem eru vitrir í þeirra eigin augum og ruglar og örmagnar mörg börn Guðs. Og þetta hugafar í raun gamalt bragð andstæðingsins. Það blekkjandi vegur sem leiðir börn Guðs vandlega af hennum sanna og trúfasta sáttmálsvegi. Og persónulegar aðstæður, svo sem erfðafræði, landafræði og líkamlegar og sálrænar áskoranir hafi jú áhrif á ferðalag okkar, varðandi það sem raunverulega skiptir máli, þá rými innra með okkur þar sem okkur frjálst að velja og því ákveðum að fylgja eða fylgja ekki þeirri forskrift sem drottin hefur fyrirbúið okkur. Vissulega sýndi hann veg og veitti leið á veginn heim til sín. Sem lærisveinar Jesú Krist þráum við að ganga veginn sem hann markaði fyrir okkur í jarðneskri þjónustu sinni. Við þráum ekki aðeins að gera vilja hans og allt sem honum þóknast, heldur reynum við að líka eftir honum. Þegar við keppum að því að vera trú í öllum sáttmálum sem við höfum gert og lifum á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni, verðum við vernduð gegn því að verða fórnarlömb synda og mistaka heimsins. Og mistaka og heimspeki og kenninga sem myndi leiða okkur frá þessum allra dýrmætust perlum. Ég hef persónulega fundið fyrir hvatningu vegna slíkra randlegar undirgefni gagnvart Guði, sem hefur haft áhrif á líf trúfastra lærisveina Krists, þegar þeir völdu að gera það sem virkaði fyrir Guð og þóknanlegt í augum drottins. Ég þekki ungan mann sem var órólegur yfir því að fara í trúboð, sem fann fyrir innblæstri til að fara og þjóna drottni þegar hann hlustaði á háttsettan leiðtoga kirkjunnar miðla eigin vitnisburði og helgri reynslu af því að þjóna sem trúboði. Þessi ungi maður sem nú heimkominn trúboði sagði með eigin orðum: þegar ég hlustaði á vitnisburð postula frelsarans, Jesú Krist, fann ég fyrir elsku Guðs til mín og ég þráði að miðla öðrum þeirri elsku. Á því augnabliki vissi ég að ég ætti að þjóna í trúboði, þrátt fyrir ótta mín, efasemdir og áhyggjur. Ég hafði fulla trú á blessununum og loforðunum frá Guði fyrir börn hans. Í dag ég ný manneskja. Ég hef vitnisburð að fagnaðarerindið sé satt og að kirkja Jesú Krist hafi verið endurreist á jörðu. Þessi ungi maður valdi veg drottins og varð fordæmi sannan lærisvein á öllum sviðum. Trúfasta ung kona ákvað að hvika ekki frá stöðlum sínum þegar hún var beðin að klæða sig ósiðsamlega til að passa inn í viðskiptadeild tískufyrirtækisins sem hún starfaði hjá. Vegna þess að hún skildi að líkami hennar helgjöf frá himneskum föður og staður þar sem andinn fær dvalið, fann hún sig knúna til að lifa eftir stöðlum sem eru æðri en heimsins. Hún vann sér ekki aðeins inn traust þeirra sem sáu hana lifa eftir sannleika fagnaðarerindis Jesú Krists, heldur viðhélt hún líka starfi sínu sem tíma var í hættu. Hún skildi hennar til að gera það sem drottni var þóknanlegt, frekar en að gera það sem virkaði fyrir heiminn, veitti henni sáttmálsöryggi í erfiðum ákvörðunum. Bræður og systur, við þurfum stöðugt að standa frammi fyrir svipuðum ákvörðunum á daglegu ferðalagi okkar. Það þarf hugrækt og viljugt hjarta til að staldra við og stunda heiðarlega og hógværa sjálfskoðun til að viðurkenna tilvist veikleika holdsins í lífi okkar, sem getur hindrað getu okkar til að sýna Guði undirgefni og ákveða að lokum að tilengja sér veg hans frekar en okkar eigin. Rather than our own.
Mesta prófraun okkar sem lærisveina felst í vilja okkar til að gefa okkar gamla sjálf upp á bátinn og losa okkur við það og gefa á vald Guðs hjarta okkar og gjörvalla sál og að vilji hans verði okkar. Einn dýrlegasta stund hjarlífsins á sér stað þegar við uppgötum gleðina sem við hljótum, þegar við gerum ætíð þá hluti sem virka fyrir Drottin og þóknast honum. Og það sem virka fyrir okkur verður eitt og það sama. Það að gera vilja Drottins óhagganlega og tvímælalaust að okkar eigin krefst stórbrotins og hetjulegs lærisveins dóms. Á þeirri himnesku stundum verðum við helgu Drottni og veitum honum vilja okkar gersamlega. Slík andleg undirgefni, ef svo mætti segja, fögur kröftur og umbreytandi. Ég ber vitni það að fylgja vilja Drottins í lífi okkar mun gera okkur kleift að finna dýrmætustu perlu í heimi, ríki himins. Ég bið þess að hvert okkar á okkar eigin tíma og hraða getum lýst yfir með sáttmálstraust trausti við himneskan föður okkar og frelsarann Jesú Krist, að það sem virkar fyrir þig virkar fyrir mig. Ég segi þetta í nafni frelsarans Jesú Krist. Amen.
Our dear Heavenly Father, Herri himneski how we faðir, love thee. hve við unnum þér og við elskum son þinn And as these precious children have og sung þessi dýrmætu börn hafa sungið, to the return hve við hlökkum til endurkomu sonar þíns hér til jarðarinnar. we are grateful. Við erum All þakklátt we have heard, fyrir allt sem við höfum heyrt, all we have learned, allt sem við höfum lært og allt sem við höfum skynjað. we have heard through music Við höfum heyrt í gegnum tónlist og í gegnum orð the joy son þinn, gleðina af áætluninni og sálhjálpunni our Savior og son þinn, frelsar okkar sem hefur veitt okkur back home. möguleikan á því að komast aftur heim. Go from this Við conference byggjum við yfirgefum þessa ráðstefnu að við getum fylgst þráni að deila boðskap þínum með öllum. we are so grateful Við erum svo þakklátt prophets að hafa hér spámenn, and our dear sjáendur og ofinberra Russell M. Nelson. og spámannin Pray for him Nelson forseta. Við biðjum fyrir honum humbly. og við gerum svo auðmjúklega í heiligu nafni Jesú Krists. Amen.
This has been a broadcast Þetta of var the Saturday útsending frá laugardags síðdegisluta 194. síðari aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krist sinna síðari daga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist þessar ráðstefnu hluta var í umsjá barnakórs frá norðurhluta Júta. Útsendingu þessa annaðist Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.